Markúsar Guðspjall, 1. kafli. Upphaf fagnaðarerindisins Jesú Krist, Guðs son. Svo ritað hjá Jesaja spámanni. Ég sendi sendiboða minn á undan þér, hann á að greiða þér veg. Rödd hrópanda í eyðimörk, greiðið veg drottins, gerið beinar brautir hans. Þannig kom Jóhannes skírari fram í óbyggðinni og boðaði mönnum að taka sinnaskiptum og láta skírast til fyrirgefningar synda. Og menn streymdu til hans frá allri Júdeubyggð og allir Jerúsalembúar og lét hann skíra sig í ánni Jórdan og játuðu syndir sínar. En Jóhannes var í klæðum úr úlfaldahári með leðurbelti lendar sér og át engisbrettur og villihunang. Hann predikaði svo: Sá kemur eftir mig sem mér máttugri, og ég ekki verður þess að krjúpa niður og leysa skóðfengans. Ég hef skýrt ykkur með vatni, en hann mun skýra ykkur með heilugum anda. Svo bar við á þeim dögum að Jesús kom frá Nasaret í Galileu og Jóhannes skírði hann í Jórdan. Leið og hann stíg upp úr vatninu, sá hann himnana ljúkast upp og andan stíga niður yfir sig eins og dúfu, og rödd koma af himnum: Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Þá knúði andinn hann út í óbyggðina og var hann í óbyggðinni í 40 daga og Satan freistað hans. Hann hafðist við meðal villidýra og englar þjónuðu honum. Þegar Jóhannes hafði verið tekinn höndum, kom Jesús til Galileu, predikaði fagnaðarerindi Guðs og sagði: Tíminn fullnaður og Guðs ríki í nánd. Takið sinnaskiptum og trúið fagnaðarerindinu. Jesús var á gangi meðfram Galileu vatni og sá Símon og Andrés, bróður Símonar, vera að kasta netum í vatnið, en þeir voru fiskimenn. Jesús sagði við þá: Komið og fylgið mér og mun ég láta ykkur menn veiða. Og þegar í stað létu þeir eftir netin og fylgdu honum. Jesús gekk skammt þaðan og sá Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans, og voru þeir einnig á báti að búa net. Jesús kallaði þá og þeir yfirgáfu Sebedeus föður sinn hjá daglaunamönnunum í bátnum og fylgdu honum. Þeir komu til Kapernaum og hvíldardaginn gekk Jesús í samkunduna og kendi. Menn urðu mjög snortnir af orðum hans, því að hann kendi þeim eins og sá vald hefur og ekki eins og fræðimennirnir. Þar var í samkundu þeirra maður haldinn óhreinum anda. Hann æpti: Hvað vilt þú okkur, Jesús frá Nasaret? Ert þú kominn að tortíma okkur? Ég veit hver þú ert, hinn heilagi Guðs. Jesús hastaði á hann og mælti: Þegið þú og far út af honum. Þá teygði óhreini andinn manninn, rak upp hljóð mikið og fór út af honum. Sló felmtri á alla og hver spurði annan: Hvað þetta? Hann kennir á nýjan hátt. Það eins og hann búi yfir guðlegu mætti. Hann skipar jafnvel óhreinum öndum og þeir hlýða honum. Og orðstýran barst þegar alla Galileu. Úr samkundunni fóru þeir rakleitt í hús Símonar og Andrésar og með þeim Jakob og Jóhannes. Tengdamóðir Símonar lá með sótthita og sögðu þeir Jesú þegar frá henni. Hann gekk þá að, tók í hönd henni og reist hann á fætur. Sótthitinn fór úr henni og hún gekk þeim fyrir beina. Þegar kvöld var komið og sólin sest, færðu menn til hans alla þá sjúkir voru og haldnir illum öndum, og allur bærinn var saman kominn við dyrnar. Jesús læknaði marga þjáðust af ýmsum sjúkdómum og rak út marga illa anda, en illu öndunum bannaði hann að tala því þeir vissu hver hann var. Og árla löngu fyrir dögun fór Jesús á fætur og gekk út, vék burt á óbyggðan stað og baðst þar fyrir. Þeir Símon leituðu hann uppi og þegar þeir fundan, sögðu þeir við hann: Allir að leita þér. Jesús sagði við þá: Við skulum fara annað, í þorpin hér í grend, svo að ég geti einnig predikað þar, því að til þess ég kominn. Og hann fór, predikaði í samkundum þeirra í allir í Galileu og rak út illa anda.
Maður nokkur líkþrár kom til Jesú, féll á kné og bað hann: Ef þú vilt, getur þú hreinsað mig. Og Jesús kenndi í brjóstumanninn, rétti út höndina, snart hann og mælti: Ég vil, verð þú hreinn. Jafn skjótt hvarf af honum líkþráin og hann varð hreinn. Og Jesús lét hann fara, lagði ríkt á við hann og sagði: Gæt þess að segja engum neitt, en far þú, sýn þig prestinum og fórna fyrir hreinsun þína, því sem Móse bauð þeim til vitnisburðar. En maðurinn gekk burt og ræddi margt þetta og víðfræði, mjög svo að Jesús gat ekki framar komið opinberlega í neina borg, heldur hafðist við úti á óbyggðum stöðum. En menn komu til hans hvaðanæva. Markúsar guðspjall, 2. kafli. Nokkrum dögum síðar kom Jesús aftur til Kapernaum. Þegar fréttist að hann væri heima, söfnuðust þar svo margir að hvergi var lengur rúm, ekki einu sinni fyrir dyrum úti. Og Jesús flutti þeim orðið. Þá komið með lamamann og báru 4. Þegar þeir gátu ekki komist með hann til Jesú fyrir fólkinu, rufu þeir þekjuna upp yfir honum, grófu þar í gegn og létu síga ofan rekkjuna sem hinn lami lá í. Þá Jesús sér trú þeirra, segir hann við lamamannin: Barnið mitt, syndir þínar eru fyrirgefnar. Þar sátu nokkrir fræðimenn og hugsuðu með sjálfum sér: Hví mælir þessi maður svo? Hann guðlastar. Hver getur fyrirgefið syndir nema Guð einn? Samstundis skynjaði Jesús að þeir hugsuðu þannig með sér og hann sagði við þá: Hví hugsiði slíkt í hjörtum ykkar? Hvort auðveldar að segja við lamamannin: Syndir þínar eru fyrirgefnar, eða segja: Statt upp, tak rekkju þína og gakk? En til þess að þið vitið að mannssonurinn hefur vald til að fyrirgefa syndir á jörðu, þá segi ykkur, og nú talar hann við lamamannin: Statt upp, tak rekkju þína og far heim til þín. Maðurinn stóð upp, tók jafnskjótt rekkjuna og gekk burt í allra augsýn, svo að allir voru furðu lostnir, lofuðu Guð og sögðu: Aldrei áður höfum við því líkt séð. Aftur fór Jesús út og gekk með fram vatninu. Allur mannfjöldinn kom til hans og hann kenndi þeim. Og hann gekk þar, sá hann Leví Alfeusson sitja hjá tollbúðinni og Jesús segir við hann: Fylg þú mér. Og hann stóð upp og fylgdi honum. Svo bar við að Jesús sat að borði í húsi hans, margir tollheimtumenn og bersundugir sátu þar með honum og lærisveinum hans, en margir fylgdu honum. Fræðimenn af flokki farísea, sem sáu að hann samneytti tollheimtumönnum og bersundugum, sögðu þá við lærisvein hans: Hann etur með tollheimtumönnum og bersundugum. Jesús heyrði þetta og svaraði þeim: Ekki þurfa heilbrigðir læknis við, heldur þeir sem sjúkir eru. Ég ekki kominn til að kalla réttláta, heldur syndara. Lærisveinar Jóhannesar og farísear héldu nú föstu. Þá koma menn til Jesú og spyrja hann: Hví fasta lærisveinar Jóhannesar og lærisveinar farísea, en þínir lærisveinar fasta ekki? Jesús svaraði þeim: Hvort geta brúðkaupsgestir fastað meðan brúðguminn hjá þeim? Alla þá stund sem brúðguminn hjá þeim geta þeir ekki fastað. En koma munu þeir dagar brúðguminn verður frá þeim tekin, þá munu þeir fasta á þeim degi. Enginn saumar bót af óþefðum dúk á gamalt fat, því þá rífur nýja bótin af hinu gamla og verður að verri rifa. Og enginn lætur nýtt vín á gamla belgi, því þá sprengir vínið belgina og vínið ónýtist og belgirnir. Nýtt vín látið á nýja belgi. Svo bar við að Jesús fór sáðlönd á hvíldardegi og lærisveinar hans tóku að tína kornöx á leiðinni. Farísearnir sögðu þá við hann: Lít á, hví gera þeir það sem ekki leyfilegt á hvíldardegi? Jesús svaraði þeim: Hafið þið aldrei lesið hvað Davíð gerði honum lá á þegar hann hungraði og menn hans? Hann fór inn í Guðs hús þegar Abíatar var æðstiprestur og át skoðunarbrauðin. En þau má enginn eta nema prestarnir og gaf líka mönnum sínum. Og Jesús sagði við þá:
Hvíldardagurinn varð til mannsins vegna og eigi maðurinn vegna hvíldardagsins. Því mannssonurinn einnig drottinn hvíldardagsins. Markúsar guðspjall, 3. kafli. Öðru sinni gekk Jesús í samkunduhús. Þar var maður með vistna hönd og höfðu þeir nánar gætur á Jesú hvort hann læknaði hann á hvíldardegi. Þeir hugðust kæran og Jesús segir við manninn með vistnu höndina: Stattu upp og kom hér fram. Síðan spyr hann þá: Hvort heldur leyfilegt að gera gott eða gera illt á hvíldardegi, bjarga lífi eða deyða? En þeir þögðu. Og Jesús leit á þá með reiðisvip hvern á eftir öðrum, sárhryggur yfir harðúð hjarna þeirra, og sagði við manninn: Réttu fram hönd þína. Hann rétti fram höndina og hún varð heil. Þá gengu farísearnir út og tóku þegar með Heródesar sinnum saman ráð sín gegn honum, hvernig þið gætu náð lífi hans. Jesús fór með lærisveinum sínum út af vatninu og fylgdi mikill fjöldi úr Galileu og úr Júdeu, frá Jerúsalem, Ídómeu, landinu handan Jórdanar og úr byggðum Týrusar og Sídónar kom til hans fjöldi manna heyrt höfðu hve mikið hann gerði. Og Jesús bauð lærisveinum sínum að hafa til bát fyrir sig svo að mannfjöldin þrengdi eigi að honum. En marga hafði hann læknað og því þustu að honum allir þeir sem einhver mein höfðu til að snerta hann. Og hvenær sem menn sem haldnir voru óhreinum öndum sá hann, féllu þeir fram fyrir honum og æptu upp: Þú ert sonur Guðs. En Jesús lagði ríkt á við þá að þeir gerðu hann eigi kunnan. Síðan fór Jesús til fjalls og kallaði til sín þá hann sjálfur kaus og þeir komu til hans. Hann skipaði 12 skyldu vera með honum og hann gæti sent út að predika og gefið þeim vald til að reka út illa anda. Jesús skipaði þá 12, Símon, hann gaf nafnið Pétur, Jakob Sebedeusson og Jóhannes bróður hans, en þeim gaf hann nafnið Bóanerges, sem þýðir þrumusynir, og Andrés, Filippus og Bartólómeus, Matteus og Tómas, Jakob Alfeusson, Taddeus og Símon vandlætara og Júdas Ískariot, þann sveikan. Þegar Jesús kemur heim, safnast þar aftur mannfjöldi svo þeir gátu ekki einu sinni matast. Hans nánustu fréttu það og fóru út og vildu ná honum, enda sögðu þeir að hann væri frá sér. Og fræðimennirnir komnir voru ofan frá Jerúsalem sögðu: Belzebúl í honum, með fulltingi höfðingja illra anda rekur hann út illu andana. En Jesús kallaði þá til sín og mælti við þá í líkingum: Hvernig getur Satan rekið Satan út? Verði ríki sjálfu sér sundurþykkt, fær það ríki eigi staðist, og verði heimili sjálfu sér sundurþykkt, fær það heimili eigi staðist. Sé nú Satan risinn gegn sjálfum sér og orðin sér sundurþykkur, fær hann eigi staðist, þá út hann. Enginn getur brotist inn í hús hinn sterka og rænt eigum hans, nema hann bindi áður hinn sterka, þá getur hann rænt hús hans. Sannlega segi ég ykkur, allt verður mannanna börnum fyrirgefið, allar syndir þeirra og lastmælin, hve mjög sem þau kunna að lastmæla. En sá sem lastmælir gegn heilugum anda, fær eigi fyrirgefningu aldur, hann sekur eilífa synd. En þeir höfðu sagt: Óhreinn andi í honum. Nú koma móðir Jesú og bræður, standa úti og gera honum orð að koma. Mikill fjöldi sat í kringum hann og var honum sagt: Móðir þín, bræður og systur hér úti og spyrja eftir þér. Jesús svarar þeim: Hver móðir mín og bræður? Og hann leit á þau í kringum hann sátu og segir: Hér móðir mín og bræður mínir. Hver sem gerir vilja Guðs, sá bróðir minn, systir og móðir. Markúsar guðspjall, 4. kafli.
Aftur tók Jesús að kenna við vatnið. Svo mikill mannfjöldi safnaðist að honum að hann varð að stíga í bát og sitja þar, úti á vatninu. En allt fólkið var á landi við vatnið. Hann kenndi því margt í dæmisögum og sagði við það: Hlýðið á. Sáðmaður gekk út að sá, og þá hann sáði, féll sumt hjá götunni og fuglar komu og átu það upp. Sumt féll í grýtta jörð, þar sem var lítill jarðvegur, og það rann skjótt upp, því það hafði ekki djúpa jörð. En sól hækkaði, visnaði það, og sökum þess að það hafði ekki rótfestu, skrælnaði það. Og sumt féll meðal þyrna, og þyrnarnir uxu og kæfðu það, og það bar ekki ávöxt. En sumt féll í góða jörð, kom upp, óx og bar ávöxt. Það gaf 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Og hann sagði: Hver sem eyru hefur að heyra, hann heyri. Þegar Jesús var orðinn einn, spurðu þeir 12 og hinir lærisveinarnir, sem með honum voru, dæmisögurnar. Hann svaraði þeim: Ykkur gefinn leyndardómur Guðs ríkis. Aðrir, sem fyrir utan eru, fá allt í dæmisögum. Að sjáandi sjái þeir og skynji ekki, heyrandi heyri þeir og skilji ekki, svo þeir snúi sér eigi og verði fyrirgefið. Og Jesús segir við lærisveinana: Þið skiljið eigi þessa dæmisögu. Hvernig fáið þið þá skilið nokkra dæmisögu? Sáðmaðurinn sáir orðinu. Það hjá götunni, þar sem orðinu sáð, merkir þá sem heyra, en Satan kemur jafn skjótt og tekur burt orðið sem í þá var sáð. Eins það sem sáð var í grýtta jörð, það merkir þá sem taka orðinu með fögnuði leið og þeir heyra það, en hafa enga rótfestu. Þeir eru kvikulir og þegar þrenging verður eða ofsókn vegna orðsins, bregðast þeir þegar. Öðru var sáð meðal þyrna. Það merkir þá sem heyra orðið, en áhyggjur heimsins, tál, auðæfana og aðrar girndir koma til og kefja orðið, svo það ber engan ávöxt. Hitt, sem sáð var í góða jörð, merkir þá sem heyra orðið, taka við því og bera 30-faldan, 60-faldan og 100-faldan ávöxt. Og Jesús sagði við þá: Ekki bera mennin ljós og setja þau undir mæliker eða bekk. Er það ekki sett á ljósastiku? Því að ekkert hulið að það verði eigi gert opinbert, né leynt að það komi ekki ljós. Ef einhver hefur eyru að heyra, hann heyri. En sagðan við þá: Gætið að hvað þið heyrið. Með þeim mæli sem þið mælið mun ykkur mælt verða og við ykkur bætt. Því að þeim sem hefur mun gefið verða og frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða, jafnvel það sem hann hefur. Þá sagði Jesús: Svo Guðs ríki sem maður sái sæði í jörð. Hann sefur síðan og vakir, nætur og daga, en sæðið grær og vex. Hann veit ekki með hverjum hætti. Sjálfkrafa ber jörðin ávöxt. Fyrst stráið, þá axið og síðan fullvaxið hveiti í axinu. En þá ávöxturinn fullþroska, lætur hann þegar bera út sigðina því að uppskeran komin. Og Jesús sagði: Við hvað eigum við að líkja Guðs ríki? Með hvaða dæmi eigum við að lýsa því? Líkt það mustarskorni, því að því sáð í mold, það smærra hverju sáðkorni á jörðu. En eftir að því sáð, tekur það að spretta. Það verður öllum jurtum meira og fær svo stórar greinar að fuglar himins geta hreiðrað sig í skugga þess. Í mörgum slíkum dæmisögum flutti Jesús þeim orðið, svo sem þeir gátu numið, og án dæmisagna talaði hann ekki til þeirra, en fyrir lærisveinum sínum skýrði hann allt þegar þeir voru einir. Að kvöldi sama dags sagði Jesús við þá:
förum yfir vatnið. Þeir skildu þá við mannfjöldan, fóru í bátinn þar sem Jesús var og sigldu burt. Aðrir bátar fylgdu þeim eftir. Þá brast á stormhrina mikil og fjallu öldurnar inn í bátinn svo við lá að hann fyllti. Jesús var í skuttnum og svaf á kodda. Þeir vöktu hann og sögðu við hann: Meistari, heyrðir þú ekki að við förumst? Hann vaknaði, hastaði á vindinn og sagði við vatnið: Þegið þú, haf hljótt þig. Þá lægði vindinn og gerði stilli logn. Og hann sagði við þá: Hví eruð þið hræddir? Hafið þið enn enga trú? En þeir urðu miklum ótta lostnir og sögðu hver við annan: Hver er þessi? Jafnvel vindur og vatn hlýða honum. Markúsar Guðspjall, 5. kafli. Þeir komu nú yfir vatnið í byggð Gerasena, og leið og Jesús stég úr bátnum kom maður á mótunum frá gröfunum, haldinn óhreinum anda. Hann hafðist við í gröfunum og enginn gat lengur bundið hann, ekki einu sinni með hlekkjum. Oft hafði hann verið fjötraður á fótum og höndum, en hann braut jafnóðum af sér hlekkina og sleit fjötrana og gat enginn ráðið við hann. Allar nætur og daga var hann í gröfunum eða á fjöllum, æpti og lamdi sig grjóti. Þegar hann sá Jesú álengdar hljóp hann og féll fram fyrir honum og æpti hárri röddu: Hvað vilt þú mér, Jesús, sonur Guðsins hæsta? Ég bið þig í Guðs nafni, kvel þú mig eigi. Því að Jesús hafði sagt við hann: Þú óhreini andi, far út af manninum. Jesús spurði hann þá: Hvað heitir þú? Hinn svaraði: Hersing heiti ég, við erum margir. Og hann bað Jesú ákaft að senda þá ekki brott úr héraðinu. En þar í fjallinu var mikil svínahjörð á beit, og þeir báðu hann: Send okkur í svínin, lát okkur fara í þau. Hann leyfði þeim það, og fóru þá óhreinu andarnir úr manninum og í svínin, og hjörðin, nær 2000, ruddist fram af bröttum árbakkanum í vatnið og drukknaði þar. En hirðarnir flýðu og sögðu tíðindin í borginni og sveitinni. Menn fóru þá að sjá hvað gerst hafði, komu til Jesú og sáu óðamannin sem hersingin hafði verið í, sitja þar klæddan og heilvita, og þeir urðu hræddir. En sjónarvottar sögðu þeim hvað fram hefði farið við óðamannin og frá svínunum, og þeir tóku að biðja Jesú að fara burt úr héruðum þeirra. Þá Jesús stég í bátinn, bað sá læknaður hafði verið að fá að vera með honum. En Jesús leyfði honum það eigi, heldur sagði: Far heim til þín og þinna og segð þeim hve mikið Drottinn hefur gert fyrir þig og verið þér miskunnsamur. Hann fór og tók að kunngera í Dekapólís hve mikið Jesús hafði gert fyrir hann, og undruðust það allir. Þegar Jesús kom aftur yfir á bátnum, safnaðist að honum mikill mannfjöldi þar sem hann var við vatnið. Þar kom og einn af samkundustjórunum, Jaríus að nafni, og hann sá Jesú, féll hann til fótunum, bað hann ákaft og sagði: Dóttir mín litla er að dauða komin. Kom og legg hendur yfir hana, að hún læknist og lifi. Jesús fór með honum, og mikill mannfjöldi fylgdi honum og var þröngum hann. Þar var kona sem hafði haft blóðlát í 12 ár. Hún hafði orðið margt að þola hjá mörgum læknum, kostað til aleigu sinni en engan bata fengið, öllu heldur versnað. Hún heyrði Jesú og kom nú í mannþrönginni að baki honum og snart klæði hans. Hún hugsaði: Ef ég fæ aðeins snert klæði hans, mun ég heil verða. Jafnskjótt þvarr blóðlát hennar og hún fann það á sér að hún var heil af meini sínu. Jesús fann þegar á sjálfum sér að kraftur hafði farið út frá honum, og hann sneri sér við í mannþrönginni og sagði: Hver snart klæði mín? Lærisveinar hans sögðu við hann: Þú sérð að mannfjöldin þrengir að þér og spyrð þó hver snart mig.
Jesús litaðist til að sjá hver þetta hefði gert, en konan, sem vissi hvað fram við sig hafði farið, kom hrædd og skjálfandi, féll til fóta honum og sagði honum allan sannleikann. Jesús sagði við hana: Dóttir, trú þín hefur bjargað þér. Far þú í friði og ver heil meina þinna. Meðan hann var að segja þetta koma menn heiman frá samkundustjóranum og segja: Dóttir þín er látin, hví ómakar þú meistarann lengur? Jesús heyrði hvað þeir sögðu, en gaf ekki heldur sagði við samkundustjóran: Óttast ekki, trú þú aðeins. Og nú leyfði hann engum að fylgja sér nema Pétri og þeim bræðrum Jakobi og Jóhannesi. Þeir koma að húsi samkundustjórans. Þar sér hann að allt í uppnámi, grátur mikill og kveinan. Jesús gengur inn og segir: Hví hafið þið svo hátt og grátið? Barnið ekki dáið, það sefur. En menn hlógu að honum. Þá lét Jesús alla fara út og tók með sér föður barnsins og móður og þá sem með honum voru og gekk þar inn sem barnið var. Og hann tók hönd barnsins og sagði: Talitha kum. Það þýðir: Stúlka litla, ég segi þér, rís upp. Jafnskjótt reis stúlkan upp og fór að ganga en hún var 12 ára. Og menn urðu frá sér numdir af undrun, en Jesús lagði ríkt á við þá að láta engan vita þetta og bauð að gefa henni að eta.